Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 85 af þessu hlaðvarpi. Í dag ég að byrja aftur að framleiða þessa þætti. Þetta hlé sem ég tilkynnti í síðasta þætti varð ekki mikið lengra en þetta. Þetta sirka eins og ég hafði spáð að það yrðu kannski 2 vikur sem ég næði ekki að taka upp eða gefa út þátt. Og þegar þessi þáttur kemur út þá eru einmitt 3 vikur liðnar síðan síðasti þáttur kom út. Í millitíðinni þá var ég í fríi. Ég hafði mjög stuttan tíma á milli ferða til þess að mögulega taka upp, en allur sá tími sem ég hafði varð yfirtekinn af öðrum hlutum sem ég þurfti að sinna á þessum sólarhring sem ég hafði á milli ferða. En þetta var þó allavega áhugaverð tilraun að sjá hvað myndi gerast þegar ég myndi brjóta þetta mynstur og hætta að gefa út 1 þátt í hverri viku. Sum ykkar skrifuðu mér beint og tjáðuð mér það að ykkur þætti vænt að þessir þættir kæmu út með þessu millibili og að þeir hafi í rauninni hjálpað ykkur, sem ég að sjálfsögðu mjög ánægður með að heyra. Nokkur ykkar hættu í beinni áskrift af uppritununum á Patreon sem ég hafði svo sem búist við, en þó voru það talsvert færri en ég bjóst við. Mér hefði alveg eins dottið í hug að það yrðu mjög mörg ykkar sem sæju þetta sem einhvers konar brest í þeirri þjónustu sem að þessi síða veitir ykkur. Að þar eigi að koma inn þáttur í hverri viku og að það eigi að koma inn uppritun í hverri viku. Og að það sé það sem þið eruð að kaupa aðgang að eða sú þjónusta sem þið eruð að styðja. Og ykkur að sjálfsögðu frjálst að líta á það þannig. Þið ráðið sjálf ykkar fé og hvernig þið verjið þeim fjármunum sem þið hafið. Þannig ef þetta ekki nógu gott, þá myndirðu að sjálfsögðu hætta að greiða fyrir eitthvað sem að ekki nógu gott fyrir þig. En á sama tíma, á meðan ég var í burtu, þá fékk ég alveg nokkuð marga nýja áskrifendur. Bæði áskrifendur sem greiða fyrir aðgang að uppritununum og líka þá sem eru ekki að leita að uppritununum sjálfum en vilja fylgjast betur með frammyndu þáttana og eru þá með frían aðgang á Patreon og ef til vill hlusta þá á þættina á Patreon. Þannig þó ég væri beinlínis ekki að gera neitt nema bara að fylgjast með hvernig málin þróast, þá var áheyrendahópurinn greinilega að stækka, sem mér fannst mjög áhugavert. Hlustunin almennt dvínaði að sjálfsögðu. Það voru færri sem hlustuðu á hverjum degi.
því það var minna efni að koma út og þau ykkar sem fara ekki tilbaka að hlusta á gamalt efni, þið skilið að sjálfsögðu engum spilunum í kassan. Þegar við segjum að eitthvað komi í kassan þá erum við að tala eins og í peningakassan í búð. Þetta er svona eins og að segja into the register. Þannig tölurnar minnkuðu að sjálfsögðu hvað það varðar. En það sem mér finnst mjög áhugavert er að síðasta þætti, þar að segja þeim þætti sem ég gaf út síðast það að ég ætlaði að fara í pásu, gekk miklu betur heldur en aðrir þættir sem ég hef gefið út. Hlustendatalan er ekki endilega mikið meiri en í öðrum þáttum, en hlustandatala eða hlustanatala á síðasta þætti hefur verið meiri í seinni tíð, þar að segja svona löngu seinna, heldur en í nokkrum af þeim þáttum sem ég hef gefið út. Þetta var frekar léleg leið til að segja að það eru núna fleiri búnir að hlusta á nýjasta þáttinn, þar að segja þennan sem kom út á undan þessum, á degi númer 20, heldur en nokkur af hinum þáttunum sem á undan komu gerðu á degi númer 20 frá því að þátturum var gefin út. Það voru talsvert færri sem höfðu hlustað á hann á fyrstu dögunum, þar að segja hlustunin á þessum þætti framleiðslu hléið var verri og minni í byrjun og eftir því að dæma þá var þessi þáttur ekki góður eða honum gekk illa að fá hlustun, en með tímanum hefur hann orðið vinsælli og vinsælli heldur en allir hinir þættirnir. Grafið sem ég er að horfa á sem sýnir það hversu vel þáttunum mínum gengur yfir tíma lítur allt öðruvísi út á þessum síðasta þætti miðað við alla þá hina sem ég get séð á þessu grafi, sem er nokkuð merkilegt. Það þýðir að fleiri hafa annað hvort farið að hlusta á þennan þátt yfir höfuð eftir að ég fór í þetta hlé, eða að mörg ykkar eru að bíða þess í eftirvæntingu að næsti þáttur komi og þið hlustið þá á gamla þáttinn til þess að bæta upp fyrir þessa vöntun sem þið upplifið. Nú ert þú, kæri hlustandi, eflaust einn að hlusta á þetta og upplifir þig ekki endilega sem hluta af einhverjum stærri hóp. Það er eins og ég sé bara að tala við þig. Þannig þú veist fyrir þig hvernig þú upplifir þetta hlé og þá er mín kenning það hvernig þessi hópur hefur hagað sér ekkert endilega það sem á við þig. Þú veist að sjálfsögðu þitt svar og hvað hinir gerðu kemur þér ekkert við. En mér fannst það pínu fyndið þegar ég byrjaði að taka þennan þátt upp og ég hafði ekkert sniðugt að tala að þá gæti ég alveg eins nýtt tækifærið til þess að tala hvernig þessi tilraun gekk og nýta þá tækifærið til að tala pínulítið tölfræði og að lýsa gröfum sem er eitthvað sem er vissulega ákveðin þröskuldur eða ákveðið skref að ná innan nýs tungumáls. Þegar ég fór í dönsku prófið sem er hæsta þrepið í dönsku kunnáttu útlendinga, þar að segja erfiðasta prófið sem þau gera fyrir útlendinga sem eru að reyna að sýna fram á að þeir kunni dönsku, þá var rithunarverkefnið í því prófi
einmitt að lýsa grafi. Ég átti að geta sagt frá því sem ég sá og koma með einhverjar ályktanir hvað þetta graf ekki bara sýnir, heldur það sem það sýnir fram á. Að ég geti bæði túlkað það sem beinlínis stendur á grafinu en líka hvaða niðurstöðu þetta graf virðist sýna. En þetta er einmitt eitthvað sem ég var að gera fyrir ykkur í beinu tali. Ég veit ekki hvernig stöðuprófin á íslensku og á Íslandi eru eða munu verða þegar þau loksins verða til. Það er mjög stutt síðan þau fóru að þróa stöðupróf almennilega, allavega þannig að þau samræmdust Evrópu stöðlum. Það er núna liðið sirka ár síðan ég var að kenna nemanda sem var á leið í einmitt svona próf þar sem átti að meta hvar nemandinn stóð sig samkvæmt Evrópu skalanum. Það er að segja A1, A2, B1, B2 og svo C1 og í sumum málum C2 og C3. En nemandinn minn var þá eitt af tilraunadýrunum af því þetta var hluti af rannsóknarverkefni doktorsnema í háskólanum þar sem að tilraunin hans var að reyna að búa til svona próf á íslensku. Ástæðan fyrir ég er að segja þetta svona er að þetta er sem sagt ekki ennþá orðið til í fullþróaðri mynd. Það er ár síðan einhver var að reyna þetta sem hluti af doktorsverkefni sínu. En þegar og ef þetta verður að rauninni og þessi próf verða til og stöðluð, þá er nokkuð líklegt að hæstu þrepin muni innihalda svona áskorun. Að túlka tölfræðilegar niðurstöður með því að lesa graf og að lesa ályktanir út frá grafinu. Að þú komir með kenningu hvað þetta þýði. Ég ætla að sjá hvað gerist ef ég hef þáttinn í rauninni ekki mikið lengri en þetta, því ég vil endilega komast að því hvort að ég nái að hafa þessa þáttaframleiðslu sjálfbærari og auðveldari í framleiðslu heldur en þeir voru farnir að vera áður en ég fór í framleiðslu hléið og sjá hvort það verði ekki í lagi að þættirnir verði stundum aðeins styttri. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.